Já, nú það hugmynd sem ég með hérna í slafanum fyrir hvítan og það þessi hefðbundni slafi G-tripur C4 biskup A4, biskup F5 riddari E5, riddari D7 þetta nú svona mainline sko tripur á C4, riddari B6 riddari E5 A5 svartur að leika A5 auðvitað til að hvíti geti ekki leikið A5 sjálfur og stugga við riddaranum. Já, hérna mjög skemmtilegur sjaldgæfur leikur sem getur verið sniðugt að prófa í alvöru skák. Hrókur G1 sem ansi sérstakur leikur og þeir margir sterkir stórmestrar, ekki mjög margir en nokkrir sem að fengi þetta á sig með svörtu og flestir leikið hérna G6 sem virkar eðlilegt en það gefur hvítum bara tölvöld betri stöðu. Þannig að ef maður hefur ekki séð leik áður þá mjög erfitt að bregðast við þessu yfir borðinu. Já, ég ætla að koma með dæmi hérna G6 G4 biskup E6 og E4 hvítur fær alveg hérna massív peð á miðborðinu sko og jafnvel fjórða peð á F4 segjum riddar FD7 þá líklega best að drepa D7 riddar F3 gæti komið til greina líka því að biskupinn á E6 svolítið klunnalegur og þá hótuðu við kannski riddari G5 í ýmsum stöðum en ég held að einfaldlaust sé að drepa bara á D7 samt sem áður, ég myndi mæla með því. Nú, ef riddari drepa á D7 þá kemur D5 og kalli í hafið. Drottning drepa á D7 kemur líka D5 og svo biskup B5, drottning af. Þannig að það verður að drepa með biskup og biskup 1-3. Þetta geti alls svona, biskup G7. Drottning B3, annar möguleiki F4 interesting, athyglisverður leikur hrókering drottning C2 og það alveg ljós hvað hvítur að reyna þannig að hvítur allir bara leika F5 langhrókera og jafnvel H4 og með skemmtilega stöðu sko bæði H5 og E5 getur verið að koma allavega ekki þægilegt að tefla þetta á svart að mínum mati. Já, drottning B3 ég með eitthvað framhald hérna nú ef hann leikur biskup E6 þá kemur D5 og riddar hann af á B6 drottning C7 getur verið H4 getur til svona já, hérna líklega hrókur drepur G6 sterkuleikur því að hann drepur hérna þá skák á G8 og drepa á G6 og náum í hrókinn tilbaka og erum tveim peðum yfir sýnst mér þannig að þetta ekkert auðvelt að díla við þetta sko á svart hrókering, annað framhald ég held að F4 sé sterkast nú H4, þá myndi svartur líklega leika riddari C8 og H5 og riddari D6 og svartur allt einn komið counter riddarinn búinn að bæta stöðu sína mikið þannig að F4 flott framhald hvítur með þarna 5 peð á fjórðarittaröðin og coverar hans Margaretti og planið einfalt, það bara löngrókun og íta peðanum áfram riddari C8 þá getur drottning C2 verið framhald hérna og það ekki svo auðvelt fyrir svartan leikar riddari D6 þá alltaf E5 sýnist mér þetta svona easy game á hvítan þannig að í stað riddari FD7 biskup G7
þá bara F4 og hvítur komið með 4p þarna, hrókering, biskup E3, nú ef leikur rittar FD7 þá F5, leikur bara róla, drepið á E5, biskup F4, það er voni alltaf á E6 þetta. Já, og hvítur svartur ekki með nóg fyrir kall hérna sko. Við skulum baka. Rittar 1-8 hitt framhaldið. Þá bara F5, biskup C8, drótning B3 og rittar D7. Þá getur rittar F3 líka verið möguleiki hérna. Þetta er miklu betra á hvítan að mínu viti. Það er eitthvað skák sem teldist, ég held að Mamadou fæður með hvít, hann drap á D7, H4 og H5 fór svona. Já, og hvítu var með betra, en líklega var kannski var bara rittar F3 einfaldasta lausning hérna sko. Þannig að G6 virðist ekki vera góður leikur hérna hjá svörstum þó að margir hindis stórmestrar hafi leikið eins og Alexander Húsmann sem var aðstofamaðurinn hans Gelfand. Hann vissi ekki hvernig átt að bregðast við þessu. Já, þá skulum við skoða aðra valmöguleika í stað G6. Nú H5, stoppa G4. Það var ekki gott fyrir hvítan leika H3, þá held ég að svartur leiki bara H4. Biskup G5 gæti verið option af því að biskupin er ekki stugga við honum hérna. En ég myndi mæla með F3 og segjum rittar FD7, E4, rittar dripur E5, dripur F5 og rittar E7 og biskup E3. Þá hvítir með biskuparið og planið er einfalt, drótning B3 næst og löngrókun og síðan eru þetta G4 í kortunum og svartur á svolítið í erfiðleikum með að hrókera og biskupin á F8 hann er hálf glataðu greið og biskup H7 annar leikur hér, biskup E3. Náttúrulega rittarinn á B6 er oft óvaldaður eftir uppskipti á E5 og drótningar uppskipti. E6, rittarinn D7, rittarinn D7, drótning C2, löngrókun, stuttrókun, G4. Og já, þetta er svona direct chess eins og maður segir. Og ég myndi alltaf vilja að frekar hvíti hérna. Skulum baka. Já. E6, E4, biskup 1-3, biskup B4, drótning B3, stuttrókun, löngrókun. Ég er ekki með þetta lengra en þetta er svona mjög einfalt allt saman, þau veit að skilja þetta. Við sjáum að peða á H5 virkar nú hálf asnalegt sko. Já, það eru náttúrulega G4, jafnvel rittari D3 í einhverju stöðum hugmyndir og biskupin gæti verið á G5 jafnvel að þegar geta stugga við honum. Það er svona, já, bara normal leikir sko. Þannig að H5 held ég sé nú ekkert sérstætt sko.
Nú, E6 þá er það G4, biskup G6, H4. Þetta er náttúrulega alveg súper óþægileg staða, maður veit ekki hvað er að gerast í svo svart sko, hefur aldrei fengið þetta á sig áður. Hérna er biskup B4, H5, biskup 1-4. H6 getur verið áhugavert, en ég myndi mæla með E3 og einhver kannski velti fyrir sér F3, en ótrúlegt nokk þá er það líklega slæmur leikur út af rittar F7 sýnist mér, og ef hvítur gleymir sér hann dripur á D7, það var bara mát hérna, þannig að hann dripur á E4, það er eitthvað, já, og svo er bara raungrókun. Þannig að þetta er svona dálítið tricky sko. Þannig að E3 er leikurinn, H6, ég er með einhverja stúderingu hérna, biskup D2, svona solid leikur, biskup H7, G5 og rittar F7, rittar dripur D7, rittar dripur D7. Nú, hann getur ekki dripið á G5 af því að það er hún í að B6 hérna. Dripið á G5, já, rittar dripur D7, hérna er hrókur dripur G6, nei G7, rittar F6, drótning F3. Og hérna er eitthvað tölvuframhald eins og ég segi, sem ég held að engum skákmanni myndi detta í hug, leika biskup C2, og svartur þarf að finna eitthvað svona leik til að halda taflinu gangandi, og í praktík þá er það nú ekki að fara að gerast held ég. Þó að hann finni það, þá er þetta samt að lága getst það hvítan sko. Já, skulum baka. Þá er það H6, það er bara G4 geti komið til greina, það er bara svona. Það er okkur H5 skemmtilegu leikur. Það er svona alltaf óvænt þema. En ég sá að Mamadou hefði talað einhvern minna variant og hann var með þessa hugmynd sko. Ég má einhverja aðra stúderingu hérna líka að tefla þetta svona, en já, það getur vel komið til greina. Við sjáum að biskupinn á F8 er þá alveg glataður. Ég held að þetta sé kannski besta leiðin sko. Taka á líka dróng B3. Þetta virkar mjög sniðugt. Skulum baka. Það sé að hann er búið með H6. Já, við erum þá bara búin með alla leikina, og þannig að hrókur G1, það er eitthvað sem ég var í sjálfur til að tefla með hvítt, en maður myndi þá gera kannski á móti vel völdum anstæðingi, en ég sé ekkert að þessum leikir unni, og Mamadou er að fyrir beitt þessu 3 sinnum síðustu árum og alltaf fengið góða stöðu. Ef það er nógu gott fyrir hann, þá er það nógu gott fyrir okkur. Takk fyrir.